Jæja, við erum komið með einn af nýju leikmönnum Breiðabliks hér í viðtal. Það er Dagur Dan Þórhallsson, velkominn. Takk að fyrir. Já, við byrjum á að spyrja bara fyrir okkar stuðningsmenn. Hver er maðurinn, Dagur Dan? Hver er Dagur Dan? Það er 22 ára leikmaður sem hefur spilað á ýmsum stöðum, uppalinn í Árbænum og flutti síðan í Hafnarfjörðinn og spilaði með fyrsta meistaraleik í Haukum. Og þaðan lá síðan ferðinni út og svo aftur heim og þannig að maður hefur verið á flakkinu. Já, þú hefur náttúrulega verið erlendis áður en að þú komst til Fylkis á láni í fyrra. Hvar hefurðu verið að spila erlendis? Ég var að spila í Belgíu, í Gent sem er í eftirdeildinni þar. En ég var að spila í varaliðinu og U19 og svo kem ég heim og skrifa undir á Keflavík og spila eitt sísón þar. Og er síðan keyptur út til Noregs og spila með Mjøndalen, er í 3 ár í Mjøndalen og spila í eftirdeildinni í Noregi á eitthvað nokkur leiki þar. En áreindar fer á láni til Kvik Halden sem er í næstdeildinni í Noregi, þannig að ég á eitthvað nokkur leiki þar líka. Þegar Breiðablik kom til söguna núna í haust, Já. Var það erfitt val að velja Breiðablik frekar en aðra klúbba? Nei, ég get nú ekki sagt það. Það var eiginlega bara mjög auðvelt. Það var bara, þegar ég fekk hringinguna þá var eiginlega bara fyrsta sem ég hugsaði já. Það var ekkert annað sem kom til greina. Nú er faðir þinn eins og flestir þekkja, Þórhallur Dan Jóhannsson. Hann var nú sæmilegur í fótbolta þegar ekki á sínum tíma? Jú, hann var fínn, hann minnir mig ofta á það, hann eigi fleiri, hann á 2 A-landsleiki og hann segir að leið og ég er búinn að ná því að þá sé ég kominn á hans stall, þannig að hann er fínn í fótbolta, hann má eiga það. Ertu ekki betri en hann samt eða? Jú, sumir finnst það ekki en ég vil meina að ég sé það, klálega. En ég veit ekki alveg hvað honum finnst. Hann er aðeins að tjá sig í fjölmiðlum strákinn. Er hann svona sérlegur fjölmiðlafulltrúi dags Dan? Nei, fólk sem veit hver Þórhallur Dan er, það veit að hann elskar að tala og það finnst það mjög gaman og tala mjög mikið. Þannig að þá bara var ég einhverju podcasti og sagði bara eitthvað, þannig að kom ég svo sem ekkert við en bara fyndið og skemmtilegt sko. En hvernig er svona að öðru þá svo hættum við að gera grín á pabba þínum en hvernig finnst þér svona ferðin hafa verið? Nú erum við svona að fara að síga á seinni hlutann. Já, bara búið að vera geggjað. Þeir eru náttúrulega bara að æfa við eins og þannig að Viktor og Höggi hafa komið fram. Bara erum að æfa við geggjaðar aðstæður og bara frábært hótel og góð matur og þannig að það er ekki hægt að kvarta yfir neinu sko. Þannig að bara allt búið að vera bara eiginlega geggjað og leikirnir hafa gengið bara þokkalega vel. Náttúrulega leikurinn á Brentford var bara mjög flottur og svo var fyrri hálfleikurinn á móti Midtjylland var svona, það var högt í okkur og eins og varum að bera eitthvað virðingu fyrir þeim sem var svona eitthvað sem maður mátti koma í veg fyrir en svo komum við út í seinni hálfleikinn og það bara sýnir hversu góð við erum. Hvernig, nú er síðasti leikurinn á morgun gegn FCK, eins og við veitum ekki alveg á hvað liðið þeir nákvæmlega að spila en hvernig meturðu svona möguleikann okkar á morgun? Bara, við hefum mikla möguleika á náttúrulega bara að fara langt í þessu móti og auðvitað ef það er bikar í boði þá viljum við taka hann. Þannig að við eigum bara að fara í hann leik og klálega að reyna að vinna hann. Þannig að svo eru líka svona vonast til að við fáum að spila á móti kannski þessum íslenskum strákum. Sjá hvað þeir geta, það væri mjög gaman allavega. Kæra þakkir fyrir viðtalið, gangið vel. Takk fyrir.